Ég ætla að sýna smá brot úr mynd sem að Árni Snævar gerði Evrópusambandið. Svo höldum við áfram að ræða Evrópusambandið en á pínlítið öðrum mótum. Sjávarútvegur og landbúnaður er að mati Evrópusambandsins einu málaflokkarnir sem semja þarf í viðræðum hugsanlega aðild Íslands að ESB, enda hafi landið tekið upp nánast alla aðra löggjöf. Því gætu viðræður gengið hratt fyrir sig. In the case of Iceland, somewhere in between, I would expect, as a civilized guess, something in between 9 to 12 months. And then, of course, the ratification procedure in Iceland and in the European Union would take some time. So essentially we are talking about, I think, over a time frame of 2 years from the application to membership in the case of Iceland. Já, þegar útlendingar spyrja mig hvort Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið, þá grínast ég með það að eina vandamálið á fyrsta degi samningaviðræðna yrði hvað ætti að gera eftir hádegi. Margir telja að Ísland muni seint ganga í Evrópusambandið nema einhvers konar sérlausn finnist í sjávarútvegsmálum. Það er þetta vandamál. Íslensk þjóðarsál er einfaldlega svo nátengd fiski og sjávarútvegi að það er svona tilfinninglegt vandamál fyrir mjög stóran part af þjóðinni að kyngja því að hið endanlega ákvörðunarvald væri í ráðherraráðinu í Brussel. Þess vegna þurfa Íslendingar einhvers konar sérlausn. I think that if you begin negotiations, you must concrete your problems and take them up when you apply membership. It's not possible to change the situation when you are member. Almost in every accession treaty we have had some tailor-made solutions. It is always a matter of prioritizing a certain area where you have particular challenges and then looking for a tailor-made solutions. In that regard, the European Union is actually surprisingly flexible as long as, say, mostly we work in the frame of a common structure. So there is still a chance to become the 28th EU member state, maybe together with Croatia. I hope you take this as an encouragement. Já, þetta var bútur úr mynd eftir Árna Snævar sem situr mitt hérna með okkur. Hann gerði þetta fyrir samtök iðnaðarins. Sigurður Davíðsdóttir er líka hérna fréttaritari í London. Björn Ingi Hrafnsson, fyrrverandi borgarfulltrúi og gaman sveðbíki, og hérna Björgvin Guðmundsson, ritstjóri Markaðarins á Fréttablaðinu. Sko, við vorum að tala um Evrópumál hérna áðan og það er ýmislegt sem það er þetta ræðið frá ýmsum hliðum. Þarna var Olli Rehn, stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Svo kom reyndar Indriði Benediktsson hérna sem að starfar hjá Evrópusambandinu og þeir voru báðir að segja að þetta yrði ekkert mál fyrir Íslendinga að ganga þarna inn. Já, ég sem þetta eins og þú sagði, tók þetta verkefni að mig fyrir samtöku iðnaðarins og þetta er svona eins og kannski að fara í endurmenntun að taka þessi svona verkefni og svo mér fyrir sumarfrí til Spánar en ég gerir svona myndbann. En þetta var einstaklega skemmtilegt vegna þess að ég las til dæmis skýrslu Evrópunefndarinnar sem ég heyrðist að Guðfinna Bjarnadóttir hafa nú ekki gert hérna því að það liggja allar staðreyndir á borðinu. Það þarf enga fræðimenn til að skoða þetta, fræðimennir eru búnir að því. Síðan fór ég þarna og talaði við með Olli Rehn, við talaði við Joe Borg sem er sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins og þessi hluti liggja algjör og þetta er á borðinu. Olli Rehn segir þarna til dæmis í myndinni að Ísland hafi þegar tekið að minnsta kosti upp 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Joe Borg segir, og þetta er svo sem vita allir sem vilja vita, að í sjávarútvegsstefnunni er lögmál sem heitir hlutfallslegur stöðugleiki. Hann byggir á veiðireynslu. Joe Borg sagði orðrétt, hagsmunir Íslendinga verða tryggðir. Olli Rehn, ég tala viljandi svona hægt því að það er eins og þessu að tala við lítið barn sem þurfi aðeins að kenna. Olli Rehn segir þarna, og nú hafa landsmenn heyrt hann segja þetta, hann hvetur Íslendinga beinlínis til að ganga í Evrópusambandið og hann lofar Íslendingum klæðskera saumuðum lausnum. Olli Rehn er fyrrverandi þingmaður í Finnlandi, hann er komið margoft til Íslands, hann er framsóknarmaður og hérna þessi hlutir Egill, þeir liggja algjörlega fyrir. Það sem Ísland stendur frammi fyrir er ný sjálfstæðisbarátta. Það er ekki ásættanlegt fyrir sjálfstæða þjóð að hafa tekið 75% af lögum ríkjasamstupið eða hvað við kalla Evrópusambandið án þess að hafa haft neitt að segja hvernig þessi lög eru. Ég segi alveg eins og Egill, við erum öll hérna aðdáendur Bjarkar Guðmundsdóttur.
Ég segi, ef Guðmundur Gunnarsson, Bjarkapabbi, er að horfa, þá ætla ég að biðja hann að hringja í dóttur sína á næstu tónleikum, þá mun hann tileinka íslensku þjóðinni lagið Declare Independence, því við eigum þetta jafn mikið skilu og Kósóvobúar og Kínubúar. Sigrún, það náttúrulega strandar bara stoltið mikið á hinu svona pólitíska sviði. Flokkarnir eru einhvern veginn. Við heyrum það náttúrulega að þetta er allt klárt út í Brussel en maður þarf ekki að tala lengi hér við fólk til þess að heyra að það er ekki sérstaklega klárt hér og ég staðan heima í rauninni kemur mér mjög kunnlega fyrir sjónum vegna þess að ég bý í Bretlandi og horfi daglega þar á 2 stóru flokkana kúast yfir Evrópumálunum, bæði íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn geta ekki, vilja ekki langar ekki gera allt til þess að komast hjá að taka þetta fyrir. En það er enginn að tala gangur á Evrópusambandinu. Nei, já, jú, reyndar. Skoðanakannanir. Skoðanakannanir í Englandi eru nú ekki neitt gleðilestu fyrir ESB-sina. En mér finnst þetta mjög athyglisvert að sjá umræðan hérna, af því hún er alveg eins og úti, menn get ekki tekið þessu, það er alveg ljóst að stóru flokkarnir, sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn greinilega, klóin í málinu og þessi flokkar gera alveg eins og bresku flokknir reyna allt til þess að komast til að tala það, síns mér. Já. Björn Ingi, þú varst að skrifa á bloggsíðuna merkilega grein, þar sem að þú einmitt tekur þetta fyrir hvernig þetta horfir við stjórnmálunum hérna í landinu. Já, mér finnst, tekur svolítið undir kannski með Sigrúnu að mér finnst áhugaverðast í þessu með hvað er mikill hraði á þessu máli, með hvað mér finnst einhvern veginn almenningur og þeir sem eru í viðskiptalífinu og annar eru farnir að gera sér grein fyrir því hvað þetta er mikilvægt og það þurfi að takast á við þetta stóra verkefni að þá finnst mér að stjórnmálin einhvern veginn sýna ekki mikla burði að ráða við það. Mér finnst það bara mjög mikið umhugsunarefni að kerfi sem kannski í grunninn var búið til þarna upp úr aldamótum, fjórflokkakerfi sem hefur svona haldist í meginatriðum með kannski 9 flokkum að eins og þú sagðir hér fyrir í þættinum að einhverjum í herbúðum einhverja eru menn búin að segja að við erum bara á móti, það er bara þannig. Í öðrum, allavega í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, þá eru menn nokkurn veginn búin að vera sammála að þetta sé eitthvað sem getur verið þverpólitískt, menn getur verið þar með og á móti. En á meðan erum við ekkert að færast nær málinu. Samfylkingin hefur stigið það hugrakka skref að mörgu leyti að segjast vera tilbúin í aðildarviðræður, en hefur síðan kannski valdið fylgismönnum aðildar vonbrigðum með því að setja það ekki á oddinn, setja til dæmis ekki á oddinn í þessari ríkisstjórn sem þetta alveg einstakt tækifæri til. Og þess vegna getur forsætisráðherrann farið núna út allt og sagt að aðild sé ekki að dagskrá á kjörtímabilinu sem er auðvitað alveg rétt í honum með við stjórnarsáttmálann. En það þýðir auðvitað með að það er óbreyttu aðstæður að það gerist ekki til næstu tæplega 3 árin og þá þurfum við enn og aftur að velta því fyrir okkur þannig að við þurfum einhvern veginn með einhverjum hætti að taka næsta skref vegna þess að ég held að það sé fullt af fólki sem er ekki á Íslandi tilbúið að segja að ég vil ganga í Evrópusambandið. En ef við förum í aðildarviðræður og semjum, þá liggur þetta fyrir og það er enginn að segja það við að ganga í Evrópusambandið án þess að þjóðin fá að segja það sjálf, ráða því í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og mér finnst bara að þetta verður það stórt mál að kannski þurfum við bara að taka það úr höndunum á stjórnmálaflokkunum sem eru með málið í gíslingu og segja bara eins og forsetinn að vísa þetta til þjóðarinnar. Vegna þess að við bara þjóðin þarf að fá að ræða þetta mál. Já, en væri kemur þá til greina hvað? Þjóðaratkvæðagreiðsla bara aðildar Já, það eru ýmsir sem hafa talað fyrir tvöfaldur þjóðaratkvæðagreiðslu í þessum efnum. Annars vegar því að skilgreina samningsmarkmiðin og fara í aðildarviðræður og hins vegar að bera loka niðurstöðuna undir þjóðinni. Ég treysti þjóðinni alveg fullkomlega til þess að vega og meta hagsmunina í þessum efnum, en mér finnst margt samt svona undirliggjandi að hafa breyst. Bara þegar menn voru að ræða Evrópumálin fyrir 2-3 árum, þá komu andstæðingar aðildar og sögðu, heyrðu, við erum bara með EES-samninginn, hann dugir fullkomlega og það er engin ástæða til að ræða þetta frekar. Þeir sem héldu þessu fram er alveg hættir að spila þá plötu. Nú eru þeir farnir að hugsa, heyrðu, ég gerir mig grein fyrir því að þetta með krónuna gengur ekki. Þess vegna eru menn farnir að tala svissneskan franka. Þess vegna var í hádegisfréttum útvarpsins í dag talað norsku krónuna. Og ef að menn eru allir einhvern veginn bara farnir að diskutera hvaða mynt verður fyrir valinu, hvaða gjaldmiðill, þá held ég allir séu farnir að gera sér grein fyrir einni staðreynd sem er sú
að núverandi ástand gengur ekki og þá óþolandi að vita það að ríkisstjórnin ætla ekkert að gera næstu 3 árin. Þú vitnar í Halldór Ásgrímsson sem sagði að Ísland yrði komið þarna inn fyrir 2015 og vakti mikla athygli hérna fyrir 2 árum og það er greinlega til dæmis í Framsóknarflokknum og það er annars vegar Guðni Ágústsson og Bjarni sem eru mjög harðir á því að við eigum ekkert gera þarna inn og svo kemur Valgerður með yfirlýsingu bara í fyrradag það að hún sjái það að við munum fá hagstæðan samning. En sko, við getum ekki alveg gert stjórnmálamennina stikkfrí í þessu vegna þess að ef við skoðum það hvernig til dæmis hinn Norðurlöndin sem hafa farið inn í ESB hafa gert þetta, þá hefur fyrst verið pólitísk samstaða að gera þetta og síðan hefur verið samið við Evrópusambandið aðildarsamning sem síðan hefur borin undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að við getum ekki gert stjórnmálamenn einhvern stikkfrí og... Nei, það sem ég að segja það sko að ef að ekkert gerist, ef einhvern veginn þjóðin og kannski atvinnulífið, jafnvel sjávarútvegurinn, heyrimaður, landbúnaðurinn, komin miklu lengra heldur en kannski stjórnmálamennirnir. Ég ekki að tala alla stjórnmálamenn, það eru margir viðskiptaráðherrar okkur finnst mér tala með mjög ábyrgum og flottum hættum þetta mál. Hann að setja málu svolítið að dagskrá, svipað og Valgerður gerði sem utanríkisráðherra, hlaut kaldar kveðjur til dæmis í ákveðnum fjölmiðlum og annað slíkt. Þannig að menn hafa svona verið að reyna að breyta línunni, en spurningin er það að gerast nægilega hratt vegna eins og bent hefur verið á að við þurfum auðvitað að taka til í okkar efnahagsumhverfi áður en við göngum þar inn, en það er samt heilmikil yfirlýsing að segjast alltaf að gera það. Og samkvæmt... Erst þú sammála því að það myndi hafa áhrif einhver? Já, sko, samkvæmt mínum upplýsingum og það sem matsfyrirtækin hafa verið að segja við íslenska stjórnareigendur þá eru þau að segja það að við þurfum að vita með einhverjum hætti út af þessari óvissu sem er í alþjóðlegu umhverfi. Það er tortryggningar matsfyrirtækja. Það á ekki bara við Ísland. Það á við matsfyrirtækin sem sögðu að þessi skuldabréfafningar væru flott hugmynd sem var bara rugl. Þannig að það er tortryggni. En þeir segja ef að Íslandingar myndu senda einhver skilaboð út það, út í alþjóðasamfélagið, að þeir ætluðu að stefna þessu markmiði og aðlaga efnahagsumhverfið að því, að þá myndi það strax vera svona gott signal það að það væri verið að taka hérna til. Björgvin, sko, þú fylgist með viðskiptalífinu. Hvernig metur þú tóninn í viðskiptalífinu? Sko, það er mjög hávær krafa núna að bregðast við í þessum gjaldeyrismálum og krónan er greinilega ekki að nýtast viðskiptalífinu nægilega vel. En umræðin er svolítið drifin áfram af hagsmunum fjármálafyrirtækjanna og náttúrulega samtökum útflutningsfyrirtækjurum hjá samtökum iðnaðarins. Og mér finnst, og síðan sjáum við líka þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa venjulega talað gegn öllum svona hugmyndum, vera að tala meira fyrir því að skoða einhverja leiðir. Ég bendi á ræðu Illuga Gunnarssonar á iðnþingi þar sem hann bent á þá leið að við ættum að sækja eða athuga hvort að mögulegt væri að taka upp evru á grundvelli EES-samningsins sem ég fannst ágætlega áhugaverð Hann sagði í sömu ræðu reyndar að aðild að evrunni kæmi ekki til greina án aðildar Evrópusambandinu. 30 sekúndur setna sagðist vildi hann gera þetta. Illugi er svo greindur, skiljiði, að þetta er ekki vandamál. Þetta er vandamál sem er tilfinningalegt eðlis. Þetta er flótti, þetta er Mogginn sem tímamóta yfirlýsingu. Talað flótta, sko, þá held ég að umræðan Evrópusambandið og evru núna er flótti frá því að takast á við núverandi vandamál í íslensku efnahagslífi. Og það er engin nein töfralausn að fara að taka upp evru eða það er svo langt í framtíðinni sem að það mun gerast. Þetta er svona næstu því orðið eins og krossapróf, sko. Viljiði evru, viljiði svissneska franka, viljiði norska krónu, danska krónu kannski. Þannig að þessi umræða finnst mér svo veruleika fyrt, svo víðáttu fáraleg að ég veit ekki hvað maður á að byrja. En hins vegar er ESB öll umræðan eða... Nei, þetta með gjaldmiðlum, þetta er kannski svolítið þessi íslenski hugsunarháttur. Það þarf að laga þetta, við erum bara að kýla þetta, við erum bara að finna skyndilausn, við erum bara dálítið snokka þessu. Vandamálið er þetta, við erum með galopperandi verðbólgu og við erum annars vegar með Seðlabanka sem reynir að halda verðbólgunni niðri með háum vöxtum og við erum hins vegar með ríkisstjórn sem er með opinberar framkvæmdir hér í stórum stíl og dælir inn peningunum. Þannig að við erum annars vegar með slökkuleið og hins vegar erum einhverju sem eru að kveiki í. Ef að má skýra... Ég ennur ekki aðalega það hvað mikið erlend fjármagn flætt inn í landinu. Jó, en þetta er nú ekki aðalvandi. Þetta er samt ekki svona... Ég myndi ekki segja að það væri aðalvandi. Þetta er samt ekki svona einfalt. Vandinn er að þetta óstöðuga umhverfi sem við búum hér í. Við erum með þessa miklu verðbólgu. Það er vandamálið. Þannig að þó við ákveðum
það á morgun að við ætlum að ganga í ESB og vildum ganga í evruna, þá þurfum við að taka til og sem sagt koma skikja á. Það er engin með neina lausn á þessu annað en það að velta þessu yfir á fólkið í landinu í formi verðbóta, í formi mikillar verðbólgu og síðan verðbóta sem hlaðast upp á lánin, það verður hérna Forstjóri Kaupþings hefur sjálfur lagt það til að 10% jafnvel. Forstjóri Kaupþings hefur sjálfur lagt það til að hann teldi fyrsta skrefið þetta vera afnema verðtryggingu. Já. En margir halda því fram að eina leiðin til þess að gera það sé að ganga í Evrópusambandið vera aðilega þessu bandalagi. Það sem mér finnst athyglisvert í þessu er það að það er hér til dæmis verið að tala um að skuldir íslenska þjóðarbúsins séu þarna svo greiðarlega miklar. Sko, hvað erum við að tala um nákvæmlega en því? Ég get sagt ykkur eina leið til þess að losna við stóran hluta af þessum skuldum. Það er það til dæmis að Kaupþing, Landsbankinn eða Glitnir færi höfuðstíðin sína til annarra landa. Já. En viljum við það? Skuldir er ekki bara skuldir. Skuldir til dæmis þegar Kaupþing fjármagnar einhvern risadíl í Bretlandi sem hefur undirliggjandi veðir einhver fyrirtæki sem eru í góðum rekstri. Að þá innan gæðsalapa aukast skuldir heimilanna á Íslandi af því að Kaupþing er með höfuðstöð hér. En sko, margir myndur vilja verið þeirri stöðu. Vandinn er sá orðin að þetta litla hagkerfi er orðið svo lítið með þessa banka og síðan erum við með Seðlabankann sem er með sín hefðbundnu tæki eins og til dæmis vaxtaákvarðanirnar. En það hefur bent á það lengi meðal annars að þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og fleirum, Illuga Gunnarsson og Bjarna Benediktssyni í frægri grein og fleirum, að það er ekki að virka vegna þess að það er svo fáir sem það á við. Það er svo margir sem geta farið innan gæðsaleppa fram hjá því og Sigurður Einarsson bent á það hjá BSRB í síðustu viku að með því að halda þessu að háa vaxtastígi uppi þá erum við að laða til landsins áhættu fjárfesta sem er að taka stöður í krónunni og það eru tvö fullkomin dæmi fyrir því að það eru þessir áhættu fjárfestar sem ráða gengi krónunnar en ekki það sem er að gerast á Íslandi. Krónan nánast hreyfðist ekki þegar herinn fór. Nei. Og krónan nánast hreyfðist ekki þegar loðnubresturinn var. Já. Og það þýðir að það eru örfáir innan gæðsaleppa aðilar í þessum alþjóðlega fjármálaheimi sem ráða gengi krónunar. Og það eru 300.000 manns hérna. Já, það eru 300.000 manns hérna sem eru bara fangar þessar aðila. Já. Það eru Hvernig vindum við ofan af þessu, Björg? Sko, ég held að sko, vandinn umhverfist fjármálafyrirtækin og þau eru í vanda. Og þegar við erum að tala um erlend fyrirtæki, greiningar, fyrirtæki og annað, að þá er vandamáli hlutu því, varðandi Seðlabankann, er að hvort hann sé nægilega traustur bakhjarl fjármálakerfisins. Og ein hugmyndin er náttúrulega eins og Björn Ingi nefnir að fyrirtækin fari bara til meginlands Evrópu og hafi Evrópska Seðlabankann sem sinn bakhjarl eða þá að það sé gerður samningu við Evrópska Seðlabankann um að tryggja íslensku bankana einhverju leyti, sko. Ég átta mig ekki á því, sko, ég sé ekki fyrir mér neitt hrun, hérna vandi Seðlabankans er náttúrulega... Bankarnir hafa heldur ekki verið að kalla eftir þessu, við mögum ekki gleyma því að þeir eru ekki þannig vandræðum, sko, bankarnir hafa engan áhuga á því, fyrir ekki að gripa fram með þeir, að Seðlabankinn stígi fram, ég meina það er frægt dæmi það í Bretlandi, það sem að Alistair Darling og félagar og hérna Seðlabankastjórinn í Bretlandi taldi sig vera að hjálpa Northern Rock með því að stíga fram á ótímabærum hætti. Já, hann gugnaði. Já, það kom rönn á bankann. Og hérna, menn voru allir sammála að veðin væri líklega betri heldur eins og næmi heildarskuldunum en þegar rönn er byrjað þá er óskaplega erfitt að stoppa það. Ég var út í Bretlandi þegar þetta gerðist og það er ótrúlega tilfinning, maður hefur bara lesið þetta í sögubókum að sjá langar raðir fyrir utan banka þar sem fólk er að taka út innistæði. Það er ótrúlega tilfinning. Það er trúverleiki íslensk fjármálakerfis sem er svona í skotlínunni en hérna varðandi vaxtastefnu Seðlabankans þá held ég að hann getur ekki bakka út úr þeirri stefnu sem hann hefur verið að boða til þess að rýra ekki trúveruleika sinn. Þannig að hann verður að halda stýrivöxtunum svona háum til þess að berjast við verðbólguna að því sko verðbólguvæntingar hér eru svo miklu hærri en til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem að þeir hafa verið að lækka og líka í Evrópu. En við sáum það að Seðlabanki Evrópu og Englands hélt stýrivöxtum óbreyttu núna og ég held að Seðlabanki Íslands mun ekki fara í eitthvað lækkunarferli alveg strax að við mun svona kreppa hnefann og segja sko ég mun hérna ná tökum á þessari verðbólgu núna í apríl
og þannig reyna að allavega koma þeim skilaboðum á framfæri og leið auka trúverðugleika Seðlabankans að þeir ætli sér að ná verðbólgunni niður. En bara spurning hversu mörg fyrirtæki eða heimili verður orðin gjaldþrota og þessi trúverðugleiki er búið að sanna það. Hvað mörg heimili verða gjaldþrota ef að krónan hríðfellur, ef að hér fara vextir að lækka og þessi áhættufjárfestar sem þú ert að lýsa, hedge fund, sjóðir og aðrir, hverfa og krónan fellur og kannski fjölmörg íslensk heimili með skuldir í erlendri mynt. Við þurfum að halda vöxtunum háum til þess að erlendir áhættufjárfestingarsjóðir missi ekki á honum. Þetta er akkurat nauðungargildran sem við erum í og þetta var alveg legið fyrir lengi. Öll þessi jöklabréf. En þetta var Ingimundur Friðriksson að segja þetta í einhverjum með furðulegri ræðum daginn. Já, fyrsta held ég svona ræðan hjá Seðlabankastjóra í svona ríki þar sem efnahagsmál eru mjög umtöluð. Það sem haldinn í Rótaraklúbbi Austurbæjar og var komin í alla fjölmiðla. Og það sem það eru erlendir áhættufjárfestar sem eru aðalmál. Þannig að maður er að skrá sig í Rótaraklúbbuna sem fá þessar helstu upplýsingar. Þetta er nú birt á heimasíðu Seðlabankans. Árni segir að þetta liggi allt fyrir með sjávarútveginn, hvaða díl við fáum þar. Landbúnaðurinn, við erum með miklu hærri, við borgum miklu meir inn í okkar landbúnaðarkerfi en ESB-ríkin, ekki rétt? Nei, það er kannski... Munið það sem Jón Baldvin sagði á sín tíma. Þann dag þegar bændurnir áttu sig á því að þeir munu græða í formi styrkja og byggðastyrkja miklu meira á Evrópusambandinu heldur en á Íslandi. Þann dag munu ganga inn. Það sagði Jón Baldvin fyrir mörgum árum. Þetta er kannski ekki alveg einfalt svar, en á heildina, ég held að það sé betra kannski að tala landsbyggðina frekar en kannski bændur. Vegna þess að staða bænda er með þeim hætti að þeir sem hafa lesið Evrópuskýrsluna, sem ég er nú fann að halda sig afskaplega háfær, hún er mjög góð, það er mikið upplýsingu þar, að sjá það að meira að segja bændasamtökin og sjálfur, þið veitum hvernig það er að sá maður sem var framkvæmdastjóri bændasamtökinni fyrra er ráðuneytisstjóri núna í landbúnaðarráðuneytinu, hann hefur viðurkennt að það séu allar líkur á því að í þessari samningarlótu sem stendur yfir hjá Alþjóðaviðskiptastofnuninni að þessir verndartollar muni einfaldlega hverfa. Það hafi ekkert með Evrópusambandið að gera. Og hann segir, og þetta meira svo verið birt á bók annarri, að hann segir að það sé kannski meira skjól í Evrópusambandinu fyrir bændur. Þannig að það er vísu mismunandi við kjúklingaframleiðendur og svínaframleiðendur frá hausinn, það myndi hverfa. Það er alveg ljóst. Það er ekki slíkvæmt sem landbúnaður heldur verksmiðjurekstur. En aðalatriðið er þetta, að mörguleyti myndi aðild Íslands að Evrópusambandinu, og þetta hef ég eftir sérfræðingi á Byggðastofnun, felast í því að fjármagn færi frá Reykjavík til Brussel og þaðan til landsbyggðarinnar. Til dæmis verið færið rauk fyrir því að framlög til vegamála út á landi myndi stóraukast vegna þess að það er akkurat það sem byggðastefna Evrópu. En við verðum að vera rosalega vel undirbúin og við þurfum að kynna okkur þessi mál og til dæmis Byggðastofnun, mér finnst með ólíkindum að þeir hafa ekki mann í Brussel. En það er bara annað sem kemur til greina þegar að fara að tala Ráðuneytin eru fyrir ekki með menn í Brussel en þeir eru nú ekki að fylgja svo sjálfur með. Þau eru ekki út í það? Nei. En það er náttúrulega annað sem kemur til greina þegar við farið að ræða þetta og ég fylgdist með aðildarumræðunum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í Noregi, Svíþjóð á sínum tíma og fólk er ekkert alltaf að taka afstöðu til þess sem að er verið að ræða það er líka verið að gjalda stjórnmálamönnunum eða einhvern veginn að löðrunga þá. Nú koma Írar kannski til að greiða atkvæðagreiðslu, greiða þjóðaratkvæðagreiðsla Lissabon-sáttmálann. Bertja Hörn forseti er gríðarlega óvinsæll þannig að menn sjá dálítið fram á það að þetta verið skuldadagur fyrir þá. Ég heyrði... Engin þjóð hefur grænt mikið að Sigrún, ekki hlusta, þú verður stundum á flottaðin. Það er 75% Íra eru ánægðir með aðildarsamvinnu og það er mikið það sem er málið sem er náttúrulega það að ef við förum í þetta ferli þá verður hérna við erum segja farin að heyra landráðabrigslu að þetta verður einhver umræða þar sem að verður fullt af landráðabrigslum og svona er umræðan alltaf við verðum bara að þola og þá er þetta bara prófum fyrir stjórnmálamenn að báða bóa fáum bara herstuða málið upp á nýtt líka í könnun, ég bent á það í könnun og þetta hefur nú farið lágt í könnun Gallup og þá er stuðningu við það að fara í aðildarviðræður minnkað og þeir sem eru mjög andvígir þeir fjölgar. Þannig að það er ekki eins og þessi könnun var gerð í janúar og febrúar og það er ekki eins og að það sé
fjölda fólks að fara að vilja sækja eða fara í aðildarviðræður. Fólk löngu búin að átta sig á þessu. Það er sem er mikilvægt mál. Það er ekki eins og það er einhver gríðarlega upplýst umræða. Það er svo margt annað sem kemur og þetta er ekki eitthvað sem... Ég er bara alveg saman á Hún er á mjög jákvæðum forsendum núna. Mjög athyglisverð. Núna er hún á jákvæðum forsendum aðildarumsókn og einu kosturinn sem nefndir eru núna í dag þessi evru umræða að taka hér upp sameiginlega mynd Evrópusambandsins, en það er ekkert annað sem að fólk er að kalla eftir. Verðum við að slíta þessu, hérna það var gaman að hafa ykkur hérna, ég með 2 gesti viðbót, með að segja utanríkisráðherra frá einu stríðshrjáðasta landi fyrr og síðar Líberíu. Þakka ykkur bara kærlega fyrir að sitja hérna með mér. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir okkur.